Komið sæl og verið velkomin í samræðu málefni líðandi stundar við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur, það Haukur Arþórsson, stjórnsýslufræðingur við Reykjavíkur Akademíuna, starfandi. Þú hefur nú svona látið svolítið í þér heyra bara á síðustu dögum, eins og alltaf þegar kannski eitthvað er í gangi, þannig að ég bað þig að koma svona til að bara taka stöðuna svona, taka stöðuna á heimsmálunum, hvað þér finnst helst þessi, náttúrulega bara þessi sumir kalla pólanir og allt í nú komin 3 pólar í stöðuna og óöryggi í hver með hverjum í liði, hvað finnst þér svona þessa bara stöðu? Já, þakka ég fyrir að kalla á mig. Ég veit ekki hvar ég á að byrja af því að við erum í svo fjölbreyttum og mótsagnakenndum heimi. Við fáum nýjar fréttir kvölds og mótna og hvað rekst á annað og það hægt að taka þetta frá svo ofboðslega mörgum sjónarhornum. Ég skal byrja á sjónarhorni sem ég kynntist þegar ég var ungur. Ég fór að vinna við tölvur 1980 og síðan hef ég fylgst svolítið með þeim heimi og núna þegar Musk orðin helsti ráðgjafi við að rífa niður bandaríska stjórnkerfið þá kannast ég við svo margt úr þessum heimi því hugmyndirnar lýðræðið í tölvuheiminum þær hafa langmest komið úr Kísildalnum og úr Bandaríkjunum og frá Massachusetts þar sem var nú einu sinni annar Kísildalur og þær hafa borist heiminn og þannig að bandaríska lýðræðið með sinni hugmyndum beina lýðræðið og öllu slíku það hefur borist og ég þykist þekkja ýmislegt í hans málflutningi. Já, hjá Musk. Já, hjá Musk og hjá þessum snillingum í Kísildalnum heitir hann ekki Thiel sem gerði bók hugmyndafræði þessa rífa niður lýðræðið og það kom fljótt í ljós í upplýsingatækninni að lýðræðið stendur í vegi fyrir nýsköpun og það þannig að það valdreifingin og það í rauninni að takast á hugmynd Vesturlanda sem verður til eftir frönsku byltingarnar og gengur svo Evrópu þrískiptingu valdsins sem allt gengur út á valdreifingu allt gengur út á að losa vald kóngsins, einvaldsins, keisarans og meðan að til dæmis Putin og Xi í Kína eru einvaldir ráða öllu og þá gengur evrópska hugmyndin út á valdreifingu, þrískiptingu valdsins. Síðan verður gríðarleg valdreifing á síðustu öld, sérstaklega síðustu áratugunum með stofnununum. Sko það mannréttindastofnun sem setur þjóðfélaginu stóli fyrir dyrnar, það persónuverndarstofnun og það þessi hugmyndum að séu valdreifingin til þess að ein stofnun geti eða einn valdakjarnin geti tjekkað annan af til að garantera að það verði ekki misbeiting valds að þá sé svona hver tjekkar af eftirlitið og þessi eftirlit með eftirlitinu og svoleiðis. Já, algjörlega og hugmyndin svo að það skipti í rauninni ekkert megin máli þó það verði stjórnarskipti þannig að stóra sveiflur hjá þjóðinni hún sveiflast til hægri, hún sveiflast til vinstri og ekki með vinstri stjórn eða hægri stjórn og hún getur ekkert breytt þjóðfélagsgerðinni mjög mikið vegna þess að breytingar taka langan tíma og það eru löng ferli, það eru lýðræðisleg ferli, löng ferli. Þetta allt saman og svo reglugerðir og samþykktir og persónuverndarlög og allt þetta hindrar nýsköpun upplýsingatækninnar þar sem menn vilja bara vera frjálsir og gera það sem sýnist. Hvað sem það í félagsmiðlum eða öðru. Þannig að þegar að þessi Thiel fer að skrifa þá fer hann að skrifa að það vanti miðlægt vald, það vanti sterkt framkvæmdavald sem getur bara gert það sem sýnist og taka burt reglugerðirnar. Og þetta fellur mjög vel við klassíska nýfrjálshyggju hjá hægrimönnum, sko.
Þannig að hann að sömu leyti klassískur hægri maður en sömu leyti sko nýsköpunar maður og hann svona vann mikið með Musk og þarna í Kísildalum og það var sagt frá honum hérna í útvarpsþættum daginn ágætis yfirferð hans hugmyndafræði. Þannig að þarna sjáum við takast á hugmyndir valddreifingu og hugmyndir virkilega öflugt miðstýrt vald. En að meðan sko, já, við náttúrulega heyrðum þetta á Íslandi líka strax hjá Davíð Oddssyni þegar hann raunverulega talaði glundroða, raunverulega alltaf ef það var einhver vísir að einhverju valddreifingu og tilraun til að gera valddreifingu að þá fór hann í hina áttina á þeim forsendum að þetta væri bara, sem sagt, já, þetta væri til trafala og þá kannski notað hann ekki orðið nýsköpun en bara framkvæmda gleði. Já. Og þetta leiðir okkur að hérna svona yfirstæðum hugmyndum. Sko, ég einn af þeim sem hefur kannski gagnrýnt þjóðfélagið og þar með lýðræðið alla ævi. En þá spyrir maður sig, ekki komið að því að við verjum lýðræðið? Vegna þess að það þó innan þess sem við fáum að gagnrýna. Við fáum ekki að gagnrýna annars staðar. Og svo framvís. Og ég tel að í Evrópu séu þróuðustu samfélög í sögu mannkynsins. Og ef að við förum eins og varaforseti Bandaríkjanna til Evrópu og segir vandamálið bara þið. Þið getið ekkert og skiljið ekkert. Og hérna þá erum við komið þangað að það sótt að evrópska módelinu, það sótt að lýðræðinu, Evrópusambandinu og hérna sem eini aðilinn í heiminu sem hefur gert eitthvað gegn veldi upplýsingatækninar, hefur gert á persónuverndarlög, sektað Apple, sektað Facebook og Google og fyrir einokunar tilburði, endalausar einokunar, bandarísku auðhringana og svona. Og þarna falla saman Pútínistanir en Pútín og rússneska leyniþjónustan með endalausan áróður gegn Evrópusambandinu eins og við sjáum hægri öflin fá áhrifa hér og nú kemur Bandaríkin með líka og síðan erum við með Íran, síðan erum við með Kína og við erum bara í heimi sem svolítið að loka á lýðræðið. En mér finnst svolítið sérstaklega að þú segir sko að við séum hérna í Evrópu meðal þróuðustu ríkja. Ertu að meina þróuðustu lýðræðisríkja eða hvað? Þar sem að því að ég hef svolítið tekið eftir í núna bara síðustu dögum að þá sprettur upp þessi einhver varnarmekanismi hjá okkur Íslendingum að tala okkur í hópi hérna siðuðu þjóða og þróuðu þjóða og eitthvað svoleiðis sko sem að manni finnst bara ég skil ekki alveg á hvaða einhver eins og gömul nýlöndu hugsun maður skilur ekki alveg á hvaða grunni það byggist Sko það byggir á þessum eigendum sem eru í lýðræðisþjóðfélögum Vestur-Evrópu og erum við tilbúin að henda þið frá okkur erum við tilbúin að henda frá okkur mannréttindunum við höfum þau ekki annar staðar hversu virði eru þau hversu virði eru félagsmálakerfin hversu virði baráttu verkalýðshreyfingarinnar gamalt fólk í Rússlandi getur étið þessum út í frís hversu virði allt það sem við höfum fátækt við höfum lýðræði sem viljum laga betur til við höfum allt mögulegt en við höfum þó meiri hjálparkerfi og betra samfélag en sennilega nokkuð tíman í sögu mannkynsins og það ekki bara sko derringur og einhver yfirstéttarhyggja að segja þetta raunverulegt og við getum orðið að standa upp og berjast fyrir þessu. En ertu samt vissum að við stöndum undir því þar að segja ég skil vel að þú viljir ekki bara leggja jöfnu allar þjóðir sem sagt einræðisríki og lýðræðisríki þótt eins og þú segir að þú hefur tekið sjálfur þátt í því og við getum vissulega ennþá gagnrýnt lýðræðisríki fyrir að vera ekki nógu lýðræðisleg og við höfum talað hérna saman valda elítur til dæmis sko Algjörlega. Og spillingu og annað þar sem að raunverulega þessi samtrygging verður þá verður þetta lýðræðis fyrirkomulag svolítið óþarflega líkt einræðis fyrirkomulagum og tala nú ekki tæknirissana og stórveldis auðhringjana sko sem að okkar lýðræðisríki virðast ekki hafa mjög mikið bolmagn til þess að
stoppa sko, eða tjekka af sko. Þannig að sko, hvað stendur þá eftir af því ef að við erum til dæmis, og svo Bandaríkin, Bandaríkin hafa náttúrulega verið, talið sig vera lýðræðisríki, hver opaslega hann einráður, enginn að fara að tjekka hann af, hann Trump og Musk og þessi Kísildals lið á móti honum sko. Jú, hvar liggur línar þá eiginlega, hvaða lönd þetta þá sem þú ert að tala sem eru svona lýðræðisleg? Ja, þetta góð spurning hjá þér sko, þetta sko Bandaríkin að sömu leitum eða flestu leitum með sömu uppbyggingu stjórnkerfis og Vestur-Evrópa hún með fullt af stofnunum og hún með njósnastofnanir, hún með skattheimtu og hún með félagsmálastofnanir, hún með heilbrigðiskerfi þótt allt sé þetta kannski lakara en í Evrópu. Hún ekki með samneyslu eins og lestarkerfin í Evrópu sem kannski að flottasti sögum mannkynsins og svo framvegis og sem við stundum gleymum, svo ég segi það nú eins og enn. En það sem að stjórnsýslufræðingum myndi segja að Trumpun og Musk mistakast að eyðileggja bandaríska stjórnkerfið vegna þess að valddreifingin svo mikið. Það tekur alltaf einn við að öðrum. Það tekur réttarkerfi við, það tekur við dómstól, það getur við stofnun með völd og svo framvis og svo framvis. Þannig að þegar þú ætlar að fara að brjóta þetta kerfi niður, þá kemur í ljós að valddreifingin sko svona eins og vietnamski herinn var þegar Bandaríkjum var ráðast þar. Þegar að þeir náðu einni vílinu þá kom reis bara önnur upp og það bara var endalaust af því að það var fólkið sem reis upp. Í Bandaríkjum ekki að tala um fólkið, ég að tala um stofnanirnar og þú hefur þetta þessi flóknu ríkiskerfi. Það ekkert auðvelt að brjóta þau tilbaka. Það sem raunverulega vilji þeirra í Kísildalnum, það að brjóta tilbaka og búa til miklu einfaldar og skilvirkara kerfi með svona einræðistilburðum. Það miklu fleira í þessu. Það til dæmis þessi óskaplega, við skulum halda okkur við þetta til að byrja með. Tæknimálin, hvernig raunverulega, að þú segir að tæknigeirinn þessi með háþróustu tækni samfélögum eða geirum þetta samfélag stórfyrirtækja í Kísildalum og sem að með einhvers konar samtryggingu eða hvað notar hótunarvald gagnvart ríkisvaldinu og ef að þetta það að þau vilja frekar fá einfalda valdastruktúruna og koma í veg fyrir valddreifinguna til þess að með því yfirvarpi að vera stuðla frekara nýsköpun og koma hluturum í framkvæmd. Hvað getum við gert í því? Ég veit það ekki. Við höfum náttúrulega séð kerfi hrynja. Við sáum sovéska kerfi hrynja 1990. Við sáum samband íslenska samvinnufélaga hrynja, það var 80 ára. Við höfum séð kerfi sem hafa verið vel byggð af verkafólki, byggð af alþýðunni, séðu hrynja og þannig, og það getur vel verið við eftir að sjá lýðræði hrynja. En eins og ég segi, það mikill innbyggður varnarmekanismi inn í. Ég vildi kannski nefna fleira sem fylgir þessari tæknihyggju þarna í Bandaríkjunum. Af hverju ráðið svona að þessu vók? Það byggir á því til dæmis, það byggir á kynþáttahyggju. Þá segir sem sagt, af hverju fæ ég háskólakennari sem svertingi? Við vitum að DNA-ið lakari svertingum en hvítum. Og menn fara bara að segja svona hluti. Hvað á það þýða að ráða konu í þetta starf? Menn ganga svo langt að segja að það veikti lýðræði mjög mikið þegar konu fengu kosningarétt. Og menn segja bara, erðafræðilega fólk svona skipað niður og menn segja kannski ekki ég rasisti eða ég fasisti en menn segja svona hluti og þetta bara sóta og búða ofur hraða búða skilgreina transfólk ólöglegt að sé ekki til og þetta gerist með fulltingi einhverja valda hópa sem Þetta eitt af þessum einkennum sem þarna
og síðan annað einkenni til dæmis að lýðræðið hindri okkur í að verða rík og það er nokkuð til í því að allt þetta reglugerða kerfi stoppar nýsköpunna svolítið af og ef við höfum séð í Kína þar sem einfaldar boðlínur þá höfum við séð að millistéttin hefur tvöfaldað sínar tekjur á 10 árum að minnsta kosti 2 ef ekki 3. Þetta var aldrei gerst í sögumankinsins áður og í Bandaríkjunum sem eiga met í þessu þá tvöfaldaðu tekjur millistéttarinnar á 30 árum. Nú, þegar að þeir segi í Kísildalum þið stoppið okkur all í að verða rík, þá þeir raun að segja að þið stoppið okkur sjálfa við að verða rík. Vegna þess að þeir sem í Kísildalnum og fá nýju hugmyndirnir og eru í sprótunum, þeir vilja vera eins og Zuckerberger eða eins og hjá Meta og þeir vilja vera eins og Musk. Þeir vilja verða gríðarlega auðir af uppfinningum sínum, af hugviti sem þeir segjast hafa umfram allt annað fólk, svona yfirstéttar hugmyndir eða yfir elítu hugmyndir svona og en ef við síðan horfum á myndina þá hefur allt þetta tímabil uppkvæmtana í bandarískri upplýsingatækni ekki skilað millistéttin í Bandaríkjunum krónu. Hún hefur ekki fengið neitt af afrekstrinum meðan við höfum séð hitt sinns og þetta í Kína en þeim finnst þess að haldið aftur af sér af gróðahyggju sinni. En sko þessi nýsköpun sem að ég ætla nú að segja svokallaða nýsköpun bara örugglega nýsköpun, já teknilega nýsköpun, hún einhverju leyti tengd bara hernaðar framleiðslu og hernaðar uppbyggingu? Já, hún verður auðvitað mjög mikið til í hernaði. Að því að sko einhvern veginn finnst manni það vera dálítið sem að sjaldan rætt beinlínis núna byrjað að tala íslenskan her og möguleikunum sko umræðan hernaðamál hefur bara eiginlega ekkert verið á dagskrá svo núna kemur hún upp og ég meina tölurnar þegar maður heyri tölurnar hvað fer af landsframleiðslu og hvað fer til hergagna framleiðslu og hvað umverulega ég veit ekki, þessi business þrífst mikið á þessi nýsköpunar teknibusiness virðist þrífast mjög mikið á stríðum Er það ekki bara svolítið staðreynd? Jú, það algjörlega staðreynd og þegar við erum að tala bandaríska nýsköpun sem öll eignuð einkageiranum og kapitalismanum og það hann sem býr hana til og magnar hann upp. Hún öll fóðruð af almannafé vegna þess að það eru geimferðaráætlanirnar hjá NASA og það er kaup ríkisins á nýjum hertólum. Það þetta tvend, það þetta almenna sko, peningarnir skila sér ekki til almennings. Almenningur borgar fyrir nýsköpunna í hertólum og í geimferðaráætlunum en síðan það einstaklingar sem hirða gróðan. Þetta svona stóra myndin. Jú, og það við erum að tala í svona fyrirsögnum. Sko. Og það sé almenningur njóti góðs að það kom einhver uppfærsla á tölvuna og það sé svolítið góða og þannig og fleiri geti notið tækni og svoleiðis en þegar, það náttúrulega meira bara það fer alveg fram hjá þörfum almennings þessi nýsköpun að mestu leyti líklega sko, ef hún fer mest í hernað en það sem ég spurði áðan hvað við að gera við náttúrulega getum kannski ekki mikið gert í þessu hérna á Íslandi nema í okkar afstöðu þú veist og okkar kannski að vera kannski viðbúin svolítið eigum við líka þá að eyða okkar almannafé til að hernaðar uppbyggingar eða sem sagt að kaupa einhver vopn og senda til Úkraínu til þess að hefur verið umrætt. Sko mér finnst skemmtilegt að hugsa það hvað eigum við að gera vegna þess að við sko þurfum líklega að gera eitthvað. Það var grein í Vísi í morgun það að ef Bandaríkin losa tengsl við NATO þá þurfum við að endursemja hervarnarsamningin með Bandaríkin. Hvað ætlum við að gera þá? Hvernig ætlum við að fara því? Síðan spurning, hvað ætlar íslenska pólitíkin að gera? Hvað ætlar nýr formaður sjálfstæðisflokksins að gera? Hann Evrópusinni eins og breskir íhaldsmenn eða fá allt í einu Trump-flokk í sjálfstæðisflokknum? Hvað ætlar sjálfstæðisflokkurinn að verða?
sko fær nýja ríkisstjórnin stuðning frá ábyrgum aðila sem sjálfstæðisflokkurinn eða förum við að sjá miðflokkin og sjálfstæðisflokkin í einhverju bölvaðri vittleysu. Sko íslenski stjórnmálamenn þurfa að ákvæða sig hvað ætla að gera og það skiptir miklu máli fyrir okkur hér heima fyrir hvernig við tökum á málunum. Síðan það Evrópusambandið. Þar getum við í rauninni það getum við í rauninni ekki annað en verið á sambandi á Norðmenn. Af því að Norðmenn halda EES uppi og meðan þeir gera það, þá voru við velsett. Við tollfrjálsan aðgang að Evrópusambandinu og við þurfum ekki að fara í borgarastríð út á ESB sem við myndum annars líklega þurfa. En ef Norðmenn fara inn, ef Evrópusambandið fær sér hér, ef hún þjappar ræðnar, ætlum við þá að fara þangað. Og þá held ég að til dæmis landbúnaðurinn og sjávarútvörun verða að taka afstöðu vegna þess að við munum aldrei fara inn í Evrópusambandinu með stuðningi atvinnuvegana. Ætla landbúnaðurinn að fara eins og finnskur landbúnaður að fá evrópska stuðning til þess að vera heimskunda landbúnaður eða sér hann bara sko gróðan í heimahögunum. Hvað sjá með land, hvað sér útgerðin og svo framvegis. Og við stöndum fyrir svo algjörlega nýjum heimi og þannig það reynir svo mikið á stjórnmálumennin okkar núna. Og það reynir á að líka setja hlutin í kannski svolítið nýtt samingi eða tengja upp á nýtt af því að ekki tilfellið að umræðan hleypur að rekkur svolítið í svona kaldastriðs umræðan eins og til dæmis þetta hvort að menn á móti Trump og sumir tala hann sem hann hefði talað máli friðarins og vera móti Putin en ef að þeir eru nú saman í liði og hvað með Kínverja og ef það talað þriggja póla valdastruktúra eins og talað hérna þetta rauða borð núna helgina sko það eins og einhvern veginn og hvar kemur Evrópusambandi þá einmitt inn í málið og til hvers þurfum við að flýta okkur að taka þátt í eða sína okkur meðal viljugra þjóða í hernaðar uppbyggingu eða hernaðar sem sagt þáttöku einhvers konar af hverju þurfum við að gera það fyrst og fremst ef allir dæmis og ert að segja ef valdreifingin þó það mikil í Bandaríkjunum að við eigum ekki á hættu endilega ég meina hvað hefur breyst samt varðandi okkar stöðu á einni nóttu og af hverju það fyrsta eiginlega hugsun að við eigum bara að vera aðeins viljugur að vera með einhverjum í liði, sko? Ég held að við höfum ekkert val í því efni. Ég held að mótsögnin, sem við segjum í gamni alvöru, varnarleysi mesta vörnin. Ég held að hún sé bara vitleysa. Því miður, hún bara mótsögn. Hún er skemmtileg og hún svolítið sniðug en hún bara mótsögn. Já, þú skrifaðir það á Facebook að menn væri að segja það að Íslendingar hefur sloppið við bombur af því að þeir hefðu verið hlutlausir en þegar betur að það gáð hefðu við aldrei verið hlutlaus að því hér hafi verið amerísk herstöð. Jafnvel kjarnorkuvopn. Já, en það sem ég vildi nefna að sko, mér finnst nú svolítið leiðilegt að sjá á netuna að menn séu að gera sig að trumpistum eða pútinistum og það sé verið að saka menn svoleiðis vegna þess að sko málin eru svo miklu flóknari og eitt af þessu svo kalluð landafræðipólitík sko út af hvað gengur hún? Jú, við skulum taka eitt dæmi ég hef aðeins verið að lesa The Economist til dæmis þörf heimsins fyrir málma sko rafbíllinn eitthvað allra versta sem fundið hefur verið upp og það algjör slys fyrir mannin að hafa ekki tekið vetnisbílinn framfyrir. En rafbílinn var fljótlega að gera. Rafbílinn svo einfaldur að hann ekkert mikið flóknar en ryksuga og hann bara gerður. En hvað gerist þá? Jú, hann lagar loftslagið en hann eyðileggur jörðina af því hann þarf svo mikla málma. Japanir hafa ekki málma í bílana. Bandaríkjamenn í algjöru vandræði með málma í bíluna, Musk vantar málma
og Japanirnir og engir eru með nóga málma heima fyrir og í Afríku aðrir en Kínverjar. Þeir geta mókað út þessum ryksugum sem eru þessi nýju rafmagnsbílar alveg endalaust. Og hvað gerir Bandaríkin þá? Þau segja, við þurfum Grænland með alla sína málma fyrir Musk eða við þurfum Úkraínu með alla sína málma. Þannig að máli snýst ekki lýðræðið ekki. Máli snýst kapitalisman og gróðhegjan og þá spyrir maður sig það sem helmingurinn að námum Úkraínu eru Donbass og í austurhluta Úkraínu. Hvað voru Rússarnir að gera þangað? Og eru þeir að gera nákvæmlega það sama og eigum við eftir að sjá Úkraínu skiptast í tvend eftir námum milli Bandaríkjanna og Rússlands alveg svo Póllandi var skipt í tvend milli Hitlers og Stalin í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar. Sko, þetta þessi landafræðilega og auðlinda barátta, hún alveg á fullu og hún svo alvarleg að Musk talin eiga vetnisbíl tilbúin fyrir framleiðslulínuna ef hann fær ekki Grænland eða Úkraínu. Japanir eru búin að sýna á bílasýningum vetnisbíla ef þeir fá ekki nóg mikið af málmum og svo framvís. Þannig að það rafmagnsbílinn sem þarna bak við þessi stríð og það eru breytingar í tækni sem eru bak við þessi stríð en ekki hugmyndafræði. Menn mistu nú svolítið kúli sem að ókum á Teslum þarna þegar Musk var með þessa nasista kveðu sína og núna bara afgreiðir þú rafmagnsbílana bara á einu bretti að þeir séu á bak við stríðin. Þetta svolítið svona skuggalegt. En þannig að raunverulega lýðræði, svo erum við að tala lýðræði skiptir máli sko, en Íslendingar eru náttúrulega eiga kannski ekki mikið af svona málmum en við eigum náttúrulega rafmagn og við eigum mikið af auðlindum og ég hef heyrt marga að segja að ég veit ekki að það hafi raunverulega engin áhuga á Íslandi í sjálfu sér þessar þjóðir sko, að því letinu séu við örugg en einhvern veginn það ekki bara vitleysa við eigum það mikið landsvæði og aðgang að siglingaleiðum og auðlindir að ég skil ekki akkur við erum ekki bara að hugsa svolítið okkar stöðu út frá auðlindum þá og lýðræði kannski. Já, ég ekkert vissum að við förum illa út úr þessu. Við getum alveg farið illa út úr þessu tollastríði til dæmis gagnvart Evrópu og Bandaríkjunum. Ég held að við höllum okkur að Evrópu, við erum í EES og ég held að Evrópa setji ekki tolla á okkur. Ég held hins vegar að Bandaríkin skilja okkur ekki eftir út í kuldanum og ég held að við séum þeim megin vegna þess að ef að Bandaríkin ætla sér að taka Grænland með hervaldi, til dæmis ef þeir ætla að taka auðlindirnar þar, þá gera þær með hernum á Keflavíkurflugvelli. Þeir taka það frá Keflavíkurflugvelli, landið. Þannig að við erum hluti af varnarmekanisma eða sóknarmekanisma Bandaríkjanna og þannig að ég gerir ráð fyrir að við fáum ekki slæma tolla. Við gætum á þessum átökum, hvað sem það verður stríðið ekki, þessum tolla átökum og hugmyndafræðilegu átökum og valda átökum auðlindir. Við gætum grætt á öllu saman, eins og við höfum gert hingað til á stríðum. Ok, en Haukur, ekki svolítið skrítið þá, ef við erum samsek í yfirtöku Grænlands, að því að hún verður gerð héðan þá, eins og þú segir, sko, og við kölluðum nú gjarnan grænlendingja, skrælingja til þess að svona upphefja okkur sjálf til aðgreiningar og ef að þú ert áfram með þessa hugmyndum Evrópulöndin sem þessar þróuðustu þjóðir og setur jáfnvel Bandaríkin þar og við höllum okkur helst að Bandaríkjunum raunverulega á hvaða forsendu getum við samt dregið línuna þá eins og bara til austurs, þú veist, af hverju við sem sagt það rétt að við áfram bara hengjum okkur í tengsl við Bandaríkin á þessum forsendum að það sé lýðræði í gangi sem að augljóslega það náttúrulega ekki kannski svo mikið lýðræði og ekki þá önnur, þú veist, ef að þessi lýðræðisríki leiða til algjörs yfirgangs og ofbeldis í heiminum, þú veist, það þá nóg að vera með að
haka í það box að þetta sé þó lýðræðisríki? Sko, mér finnst að í stóru línunum, sko, þá höfum við verið efnahagslega í samstarfi við Evrópusambandið. Við erum innan þess mengis, Evrópusambandið, og við erum saman í liði. Síðan eru Evrópusambandið og Bandaríkjunni liði í NATO og við erum varnarlega í liði með Bandaríkjunum og þar af leiðandi með NATO. Þetta gæti breyst þannig við séum bæði efnahagslega með Evrópu og hernaðarlega með Evrópu. En ég á vona því að okkur sé ekkert, við höfum ekkert endilega val, sko. Ég á vona því að við verðum hernaðarlega með Bandaríkjunum áfram. Vegna stöðu okkar á Atlantshafinu. Og til dæmis gagnvart Úkraínu að við séum þá að taka þátt í að það sé bara eðlileg þekkskylda okkar verandi í þessu bandalagi að halda áfram raunverulega stríðinu þar, að taka þátt í því á eitthvað nátt. Sko, mér sýnist nú að Bandaríkjum muni ekki taka þátt í því, þannig að ef við erum með Bandaríkjunum í herbandalagi þá er það ekkert sjálfsagt, en ef við erum með Evrópuþjóðunum þá væri það sjálfsagt. En er ekki tímabært heldur eða raunsætt að við einhvern veginn slítum okkur bara frá þessu og eins og endur skilgreinum okkar stöðu? Fyrst að svona er breytt staða og nokkuð breytt staða í heiminum, getum við ekki endur skoða okkar stöðu út frá einmitt lýðræðissjónarmiðum, út frá auðlindasjónarmiðum og öðrum sjónarmiðum? Sko, ég hefði gjarnan vilja svara þessu jákvætt. En ég held að sé ekki raunhæft að svara þessu jákvætt. Ég held að heimur sé þannig að sá sterki þarf alltaf að tryggja sig. Við höfum haft smáríkjafræði upp í háskóla í áratugi núna. Baldur Þórhallsson hefur kennt smáríkjafræði, hann hefur skrifað lærðargreinar og sýnt hvernig Ísland hefur verið í skjóli, stóra aðila, meira og minni gegnum aldirnar, og hvernig smáríki þurfa að tengja sér blokkum til þess að tryggja sinn hag. Sko, ég held ég get ekki svara því að við getum myndað okkur einhverja sérstöðu. Að öðru leyti því að það að vera kannski efnahagslega í einni einingu og hernaðlega í annari, það er auðvitað staða sem kannski engin annar er í. En svona í umræðinu, bara finnst þér daglegri umræðu núna, ekki sko sem á stjórnmálasviðinu, heldur bara á kaffistofunni, finnst þér erfiðar að ræða máli núna? Finnst þér þetta hafa svona einhvern veginn snúið svolítið, vera einhvers konar umpólun þannig að fólk eigi vandræði með að staðsetja algjörlega sig, sko? Já, algjörlega, og þetta eru mjög erfið tímar. Sko, ég er alltaf að leita fréttum, ég er alltaf að leita góðum greiningum og ég finn ekki á alþjóðlegu vefum mjög mikið af góðum greiningum. Sko, maður er svolítið fóðraður af fyrirsögnum og það er ósku hætt við því að við erum í upphafi þróunar, við erum í upphafi breytinga. Við sjáum ekki hver þetta endar og það er svolítið hætt við því að við sofum ekki vel á nóttunni og við séum áhyggjufull og við tölum annarkvort í frösum eða í svona öfgum og við förum að tjá okkur í stórum fyrirsögnum í raun og veru, sko, og það er kannski það sem ég hef gert hér, sko, í samtalinu núna við þig, vegna þess að það er hætt við því þegar við stöndum fram fyrir breytingunum, við stöndum fram fyrir ógnunum en við höfum ekkert séð þær. Nei, en það sem ég er að hugsa með þessi krafu að ennþá að þú einhvern veginn sért annarkvort sé Zelenski þinn maður eða ekki, annarkvort sé Trump þinn maður eða ekki, eða Putin þinn maður eða ekki, þetta eru svona helstu leikendur er ekki núna, og annarkvort viljum við gangi Evrópusambandið eða ekki, og þetta eru dálítið vandræðaspurningar. Sko, er ekki hægt svona, ef við tölum bara stjórnsýslufræðilega eða leikjafræðilega, eða ég veit ekki hvernig svona getgátu fræðilega, en ekki í raunveruleikanum, eins og þú ætti að segja áðan, sko, ekki í raunsæginu, gæti maður ekki þá sagt, sko, mér finnst Íslendingar eigi að vera bara stuðla að við styðjum við valddreifingu í heiminum, að valdið þjappist ekki á þessa fáu póla, við styðjum við viðleitni til þess að
búa til viðhalda eftirlitsstofnunum. Já, þú þetta, sko, þetta nú það sem ég hef sagt. Sko, ég skrifaði núna bók 3 ákvæði stjórnarskrá. Ég hef svolítið skoðað stjórnarskrána og eitt af því skemmtilegasta í stjórnarskránu okkar eru ósögð orð. Og það er þessi danski lögfræðilegri stíl frá 1848 á dansku ríkisstjórn sem gerir uppkastið að stjórnarskráni. Og fyrsta greinin segir við erum með þingbundna stjórn. Síðan færðum mannréttinda ákvæði sem allt í einu komið prentfrelsi, tjáningafrelsi, fundafrelsi, alls konar frelsi. Og þá komum við að því að við erum með óskrifað lógískt kerfi í stjórnarskránu okkar og öll Evrópuríki. Óskrifuð lógískt kerfi sem þýða að að stjórnkerfið kallar á að þú hafi mannréttindi. Þú þarft ekkert mannréttindi í Rússlandi, þú þarft ekkert mannréttindi í Kína vegna þess að stjórnkerfið kallar ekki á það. Þú þarft ekkert tjáningafrelsi, ríkisstjórnin sér það og þetta er að verða sama í Ameríku þar sem að stóru félagsmiðlarnir sjá bara upplýsinguna og ef að stjórnkerfið kallar ekki á að þú sért upplýstur kjósandi, þú sért upplýstur þetta og til þess að þú sért fullgildur þáttakendi í lýðræðinu, þá verður að hafa einhvern lágmarksjöfnuð. Þú getur ekki haft mansal þar sem þú ert með lýðræði vegna þess að þú þarft að hafa einhvern lágmarksjöfnuð gagnvart því að allir eiga að taka ábyrgan þátt í að stjórna ríkinu. Þannig að við erum með óskrifað kerfi í stjórnarskránu okkar og í Evrópu mannréttindi og lýðræði. Þetta er hvergi annars þær í heiminum og hefur verið í Bandaríkjunum og stjórnkerfi þarf þess ekki. Og ef við hættum að vera með lýðræði, þá þurfum við ekki mannréttindi, þá þurfum við ekki tjáningafrelsi, þá þurfum við ekki neitt af þessu. Bara óþarfa vesen. Og síðan höfum við tryggt þetta enn betur með stofnanastruktúr sem getur vel verið að ganga á land. Og ég hef nú verið tilbúið sem stjórnsýslufræðingur að tala hvernig á að draga kerfin saman, en ég þori ekki að segja það neitt núna þegar verið að brjóta kerfi. Þá þori ég ekki að tala það. En við höfum byggt upp rosalega mikil kerfi og allt það og þau ganga öll í sömu átt og við viljum, ég tel að okkar sérstað eigi að vera í því að vera með Evrópu og vera með evrópskum hugmyndum og ég tel að við höfum að leggja niður ýmsar deilur sem við sjáum á netinu vegna þess að þegar kemur á svona örlagaríkum tímum þá verðum við að hugsa stóratriðin. Hvað eru stóratriðin? Stóratriðin að við höfum frelsi til að segja það sem við viljum, að við höfum valdreifingu, að það get ekki komið einhver einræðisherrar og lamið allt í klessu og svo framvegis. Þannig ég tel að við þurfum að saminast við sérstaklega vinstri menn og líka öfgahægri menn sem höfum gagnrýnt lýðræðið. Ég hef gagnrýnt lýðræðið fyrir mér ekki nógu gott alla ævi. Nú þarf ég að standa upp nú á þessum örlega tímum eins og aðrir til þess að verja lýðræðið. En hefur gagnrýni þín alla ævi? Laga lýðræðið? Nei, en ertu svona núna að hugsa með þér, þú veist, ef að það hefði verið hlustað á þig, þína gagnrýni, að þá væri við ekki í svona vondum málum núna, eitthvað svoleiðis? Nei. Það held ég ekki. En hins vegar skulum en ekki halda að raddir í þjóðfélaginu séu áhrifalausar. Og ég hef oft skrifað eitthvað í stjórnsýslunni eða eitthvað stofnanir eða eitthvað og svo eftir 2-3 ár sér maður að það tekur breytingum og eins hefur maður séð til dæmis skýrslu ríkisendurskoðunar stofnanir og ríkið og allt þróast og allt breytist og raddirnar í þjóðfélaginu, ekki bara mín rödd, heldur allar annara þau hafa áhrif og maður hefur stundum séð forseta frambjóðandann eins og núna síðast þeir komið fram og segir, ætlar þú að beita þér fyrir þessu, ætlar þú að beita þér fyrir þessu en þá kannski áttast byrjandi sig ekki á því að sér hver rödd í þjóðfélaginu
þú þarft ekki nema að fá eina sláandi eða góða hugmynd og setja hann í vísi til þess að eftir 2 ár verði búið að breyta þjóðfélaginu. Þannig að við öll sem látum í okkur heyra, við höfum áhrif. En það er náttúrulega þeir sem eru í allræðisríkjum þá er mikill ótti við frjálsa orð, frjálsar raddir, þannig að það er ekkit ósækju svo ótti. En nú ætla ég nú að fara að sleppa þér með í bólukaffið. Í munnlegu prófi eða svona yfirherslu, en ég er samt aðeins að hugsa þetta, þú voru að tala mannréttindin, en við höfum dálítið kannski látið sannfærast að við getum haldið þessum grundvallar mannréttindum okkar með gríðarlegu ójafnrétti og nýfrjálshyggju kerfi og svoleiðis að það er raunverulega sé samrýmanlegt og svo eru þessi stórfyrirtæki sem á einhvern hátt bara eiga samskiptamiðlana. Þannig við finnum núna að það er svolítið að þessu til dæmis málfrelsi og mannréttindum sótt beinlínis vegna eignarhaldsins. Þannig að og svo núna næsta er þetta að þessi stríðsrekstur allur hann sé raunverulega bara samrýmanlegur mannréttindum og jafnrétti eða sé óhjákvæmilegur. Það er þetta óhjákvæmilega kapitalismin sé óhjákvæmilegur til þess að viðhalda einhverju grunni og svo núna er þessi nýsköpun eins og voru að segja, þessi nýsköpun sem verði bara eiga sér stað, en þegar maður veit að nýsköpunin er mest í hernaði þá náttúrulega pælir maður í því hvort að við getum ekki bara verið óraunsæ og sagt bara við viljum bara frið, mannréttindi og frið og göngum út frá því og hvað þurfum við að gera til þess, hvaða nýsköpun þurfum við, hvaða samningar þurfum við. Við höfum alveg þessi sömu element hér eins og í Bandaríkjunum, við höfum alveg villta gróðahyggju. Við höfum allar þessar mótsagnir í kapitalisman. Það sem er að gera í Bandaríkjunum getur gerst í Evrópu, getur gerst hér vegna þess að ef að kapitalismin fer úr böndum og við segjum alltaf á Norðurlöndum, þar hafa sósíaldemókratarnir í samvinnu við auðvaldið sett reglusetningu í kringum allt auðvaldið og í Evrópu, það er reglusetning í kringum þetta. Þess vegna eru þeir að sekta stóru bandarísku fyrirtækin sem eru með einhverjum burði í Evrópu. Það er raunverulega hindranir fyrir brjálæðislegan gróða. En við höfum alla þessa mótsagnir eins og þú ert að nefna. Og við höfum það. En við höfum eftir að tala margt. Það er til dæmis, það er ekki bara upplýsingatæknin sem er á fullri ferð, það er líka líftæknin og líftæknin á engan við þetta borða því er virðist í Bandaríkjunum sem er svolítið skrítið vegna þess að líftæknin tók gríðarlega forystu á COVID-tímanum með því að leggja svolítið á ráðin með viðbrögðin og gera mótefni og bóluefni og allt þetta sem var gert og þá fannst mannum kannski lyfjafyrirtækin vera orðin ansi farin að taka lýðræðið af fulltrúunum en þau eiga engan við þetta borð og Kennedy sem er orðin heilbrigðisráðherra í Bandaríkjunum hann er á móti lyfjarísunum og hann er meira sem móti bólusetningum og öllu slíku þannig að þeim er haldið aftur en það sem ég hef verið að tala ég hef náttúrulega bara fylgst með upplýsingatækninni en ég hef svolítið verið að tala bæði upplýsingatæknina og líftæknina vegna þess að hún hvort tveggja keyrir svo rosalega hratt allt það er eins og maðurinn verði fljótlega eilífur vegna líftækninu og svo framvís og það eru svo stóra spurningar þar sem enginn þorir að svara og þegar að amgena og blóðprufur á meirinn helmingi Íslendinga er þá hægt að klóna alla þjóðina? Já, svarið er já, þú gæti búið til íslenska þjóð í Kaliforníu, amgen gæti gert það, þú getur klónað alla þjóðin. Það eru svo stóra spurningar í líftæknin og þær eru bak við þetta líka og framfarirnar eru svo skelfilegar vegna þess að maðurinn er svo illa fallinn til þess að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna. Og hann er fæddur til þess að búa í kyrrstæðu umhverfi og ef þú ert í kyrrstæðu umhverfi þá lærir þú alltaf betur og betur og fær meira og meira reynslu og þá er gamla fólki viturt. Núna
er gamla fólki þannig að það er að tala við 14 ára barnabörni sín til þess að vita hvernig það var nota appið sitt og svo framvís og við erum á ekki bara vegna Trumps og stríðsins í Úkraínu, við erum mannkynið á mjög skrýtnum stað sem hefur aldrei komið upp á áður. Og ekki svolítið einmitt, þetta núna tími hefur og tilfinningar, núna þurfum við einmitt svolítið að fá fram upplýsingar áður við tökum ákvarðanir. Það svona einhvern veginn virkilega þessi löngun til þess að pæla í hlutunum. Þannig að það er gaman að takk fyrir að koma Rauðaborðinu Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur í Reykjavíkur Akademíunni. Ég bara vona að þú komir aftur og talar aðeins líftæknina kannski við okkur á næstunni. Ég les mér aðeins til og hlustendur og áhorfendur, ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir í þessari samræðu og hérna í allt kvöld. Við erum búin að vera bara með, metnaðarfulla umræðu í allt kvöld og verðum aftur á morgun. Ég þakka öllum viðmælendum og þáttastjórnendum og ykkur helst hlustendum og áhorfendum sem að geri þessa samræðu að bara frjálsri fjölmiðlun og við viljum náttúrulega gjarnan að þið svona takið þátt í samræðinu á samfélagsmiðlum og deilið efnin okkar og segið fólki frá okkur í útvarpinu 89,1 og sjónvarpi Símans nr. 5 og YouTube og síðan okkar samstöðin.is. Þar má líka styrkja okkur enn frekar eins og með áskrift 2500 krónur til þess að styrkja hérna við dagskrágerðina og munarum minna. Ég þakka Pétri Fjellsteð, Laufey Líndar Ólafsdóttur fyrir að vera með okkur og varpa þessu yfir til ykkar og ég segi góða nótt. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu óskar stofnunum ársins til hamingju með árangurinn. Stofnun ársins 2024 í flokki borgar- og bæjarstofnana með færri en 25 starfsmenn. Í fyrsta sæti félagsmiðstöðin Síinn, í öðru sæti frístundaheimilið Frostheimar og í þriðja sæti félagsmiðstöðin Fjörgin. Og hástökkvari ársins 2024 er íbúðakjarni Rökkvatjörn. Sameiki, stéttarfélag í almannaþjónustu. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1.